Velkomin í Biblían á mannamáli. Við höldum áfram. Ég hef nefnt það oftar en einu sinni sennilega að við erum svolítið að rekja okkur eftir tímaröð innan Nýja testamentisins. Það er að segja að reyna að átta okkur á hvað er að gerast, hvað gerist fyrst, hvað gerist svo og af hverju gerist þetta og okkur á þetta bréf skrifað og svo framvegis. Þannig að við fáum heildarmynd og skynjum og skiljum þannig Biblíuna og sögu hennar og Nýja testamentisins í þessu tilfelli betur heldur en ella. Og við erum búin að vera að skoða postulasöguna allt fram að 16. kafla og ef við tökum það saman sem að vera að gera núna í síðustu þáttum, þá lítur þetta einhvern veginn svona út í stuttumáli. Eftir að Kristur reis frá dauðum, þá birtist hann lærisveinunum í litlum og stórum hópum. Og eftir uppstigningu hans, þá biðu lærisveinarnir samkvæmt hans fyrirskipan í Jerúsalem, þeir biðu eftir úthellingu heilags anda sem að Jesús hafði lofað að það myndi koma. Og það gerist á hvítasunnudag og frá og með hvítasunnudegi, eftir dauð og upprissu Krists, þá bættist reglulega í hóp Jesú fólksins og það voru mikil kraftaverk og tákn og undur sem fylgdu boðun postulana, en á sama tíma hófust ofsóknir á hendur þeim og var Stefán djákni fyrsti píslarvotturinn, grýttur til dauða. Þar gekk harðast fram farisí nokkur að nafni Sál. Hann hélt síðan áfram alland, sótti, réðst inn í hús innan kristnu. Hann tók þó og leiddi þetta Jesú fólk fyrir dómstóla í Jerúsalem. Á leið sinni til Damaskus þá var Sál einmitt að fara til þess að handtaka kristna og Jesús birtist honum. Hann náði eiginlega tangarhaldi á honum, á hjartans og lífans og sneri öllu við. Og nú breytast hlutirnir að gerðust hlutirnir mjög hratt. Boðskapurinn sem Jesús hafði komið með og kirkjan var núna að boða í alveg í byrjuninni breytist nút allt land, langt út fyrir Jerúsalem og út fyrir landið sjálft. Meðal annars vegna þess að margir hinna kristnu höfðu flúið ofsóknirnar og þeir héldu áfram að boða og lifa sem trúa fólk í samfélagi við Jesú þar sem þau voru. Og það var fyrir verk Péturs og Sáls og fleiri að til var söfnuður í Antíókíu í Sýrlandi, þar sem Guð mætti bæði gyðingum og heiðingjum. Þangað höfðu komið menn frá eyjunum í kring fyrir utan og þeir komu og boðuðu trúna og til var vísir að söfnuðu sem síðan óx og dafnaði og var gríðarlega sterkur. Það gekk svo vel. Barnabas er sendur frá Jerúsalem til að hjálpa í Antíókíu og svo mikið var umfangið að hann náði í Sál þennan frá Tarsus til að fá hann til að koma og hjálpa sér sem hann gerði. Barnabas og Sál, sem gekk líka undir nafninu Páll, voru sendir í trúboðsferð saman frá Antíókíu til að breiða út fagnaðarerindið. Þetta er allt sem við erum að lesa þarna í fyrstu köflunum. Og þetta var fyrsta trúboðsferð Páls og það leiddi til stofnun nýrra safnaða, 4 safnaði í Galatíu, sem að núna er Tyrkland, eða hluti af Tyrklandi. Og þegar þessari trúboðsferð var lokið, þá héldu þeir heim aftur til Antíókíu og ekki löngu eftir að þeir komu heim, þá kemur Pétur postuli í heimsókn frá Jerúsalem. Og hann kom að heimsækja og styrkja kirkjuna í Antíókíu sem var gríðarlega öflug eins og ég segi, og þarna var fólk, þetta voru gyðingar og þetta var svona alþjóðlegt svolítið svona umhverfi og þarna voru gyðingarnir samankomnir sem hefur tekið trú á Jesú Krist og allir aðrir, grískir, rómverskir, hvaðan að voru heiminum. Þannig að þetta var mjög öflugur og blandaður hópur og það var mikil eining sem ríkti. Þá gerist það kemur hópur manna frá Jerúsalem
sem lagði áherslu á það að allir þeir sem að ekki voru gyðingar en höfðu tekið trú á Jesú yrðu nú að umskerast og halda all lögmál Móse. Með öðrum orðum, þeir yrðu faktist að gerast gyðingar til að tilheyra sáttmála Guðs. Þetta voru umskurðnarsinnarnir og það var svona uppi fótur og fit. Þetta kom upplausn í hópinn og það sundraði honum. Og Páll heldur til Jerúsalem til að ræða við postuluna þetta mál. Á meðan hann þar, þá heldur þessi hópur umskurðnarsinna áfram að ferðast. Þeir fara frá Antíókíu og hvert fara þeir nú? Fara til Galatíu, til safnaðana, heimsækja alla söfniðina sem að Páll og Barnabas höfðu stofnað. Páll var ekki parhrifinn og reiddist. Hann þoldi það mjög illa þessi hópur var að gera. En þegar við lesum í gegnum bréfin hans og gegnum Nýja testamenti þá sjáum við að þetta fólk, þessi hópur manna fylgdi honum eiginlega bara hvert sem hann fór í hugmáttu eftir honum. Og hvar sem hann fór til að tala og boða og byrja safnaðarstarf, þá fóru þeir kjölfarið til að reyna að eyðileggja og draga úr og gera lítið úr Páli. Páll kallaði þetta flein í holdið. Hann fékk engan frið og hann bað Guð að taka þetta í burtu, fjalla þetta, en Drottinn sagði: náð mín nægir þér. Og hér erum við stödd. Og nú nálgast í tímaröðinni sá tími að Páll skrifar Galatabréfið. Fyrsta bréfið, ekki fyrsta bréfið sem raðað upp í Biblíunni okkar. Þar kemur á eftir postulasöfum kemur Rómverjabréfið og svo koma Korinthubréfin, en Galatabréfið var faktist fyrsta bréfið sem hann skrifaði, elsta bréfið hans. Og hvað hann skrifaði? Hann skrifaði til safnaðana í Galatíu sem að hann stofnaði ásamt Barnabasi og nú hafði verið heimsóttir af þessum umskurðnarsinnum. Og áður við förum í Galatabréfið, því að nú byrjum við að lesa það og sjá hver kennslan og hvað í gangi, við förum að kafa svolítið dýpra í bréfin hans Páls og hvað hann að kenna og fyrir hvað stendur hann og fyrir hvað stendur söfnuður og kirkjan og svo framvegis. Það verður gaman. En áður við lesum það og byrjum að fara í það, skulum við aðeins rifja upp og fara nánar í það af hverju skrifa hann þetta bréf. Það skiptir nefnilega máli, af hverju skrifaði hann þetta bréf, af hverju skrifaði hann Korinthubréfin, af hverju skrifaði hann Galatabréfið. Þessir óróaseggir, þessi fleinn í holdið hans Páls, þeir komu til Galatíu og þeir heimsóttu söfnuðina 4 og þeir kynntu sig sem bræður frá söfnuðinum í Jerúsalem. Þeim söfnuði sem upphaflegu postular Jesú Krists stofnuðu. Þeir sögðu þessum nýtrúuðu í Galatíu meðal annars, og nú því aðeins að tala stikla stórum hvaða var náttúrulega sem þeir lögðu áherslu á, og þessa þætti heyriði aftur og aftur í gegnum þetta fleitnin hans sem alltaf fóru í kjölfarið sem hann hafði verið. Og með kaffisopa, góð kaffisopin. Nú hvað sögðu þeir? Hvað var þessi hópur manna að segja þessum nýtrúuðu kristna fólki í Galatíu? Munið að söfnuðinni voru yfirleitt samsettir af einhverjum gyðingu sem hefur tekið trú á Jesú og svo heiðingjónum sem hefðu tekið trú á Jesú. En þetta það sem þau sögðu. Jerúsalem miðstöð alls verks Guðs á jörðu. Hinir 12 postular sem Jesús valdi eina yfirvaldið sem getur skilgreint við sanna fagnaðarerindi. Því Jesús sjálfur fól þeim það verkefni. Páll kom ekki frá Jerúsalem, sögðu þeir. Jesús kallaði hann ekki til þjónustu og hann var aldrei einn af hinum 12. Við hins vegar, við sem hér eru með ykkur, við búum og lifum og störfum með postulunum í Jerúsalem. Páll heimsótti Jerúsalem skömmu eftir trúskipti sín og dvaldi þar tíma hjá postulunum. Þeir kenndu grundvallaratriði fagnaðarerindisins og veittu leyfi til að boða þann boðskap sem hann lærði af þeim.
En þegar hann fór frá Jerúsalem og sneri aftur til Kilikíu, breytti hann bara fagnaðarerindinu til að gera það meira aðlaðandi fyrir heiðingjana. Hann tók út alla erfiðu hlutana, sérstaklega umskurnina, hvíldardagshaldið, það er að segja halda hvíldardaginn, heilagan, reglurnar, hreinun og óhreinar mat, allt þetta bara tók Páll í burtu til þess að gera fagnaðarerindið einhvern veginn meira aðlaðandi fyrir heiðingja. Þess vegna, segja þeir, er fagnaðarerindi Páls ófullkomið. Vegna þess að hann vill þóknast fólki, þá boðar hann auðvelt fagnaðarerindi og sleppir öllu því sem er erfitt. Og boðskapur þessi sem Páll er með og predikar hefur hvorki stuðning postulina né safnaðarins í Jerúsalem. Trú á Jesú ásamt hlýðni við lögmál Móse er það sem bæði réttlæti menn fram fyrir Guði og helgar hann, til þess að tilheyra Guði Ísraels og sýna maður sér hluti af sáttmála fjölskyldu Guðs, þá verða allir karlmenn að láta umskerast. Pétur er æðsti postulinn, en samt hafði Páll þá dirfsku og hrokað að ávita hann opinberlega. Við erum sjálfur vitni að þessu í Antíókíu í Sýrlandi og við tölum þetta daginn. Þessi svívirðilega framkoma sannar að Páll starfar á eigin spýtur, er sjálfstæður, óháður og vinnur gegn þjónustu hinna 12. Og Páll, segir þeir, hann er ekki bara það, hann er ósamkvæmur sjálfan sér. Því þótt hann boði ekki umskurð meðal heiðingja, boðar hann hana leynilega meðal gyðinga. Hann er óeinlægur og aðlaga boðskap sinn að aðstæðum hverju sinni. Dæmigert fyrir mann sem vil þóknast öðrum. Síðar meir, það bil 6 árum síðar, þá skrifaði Páll þessi mál í Korintubréfinu fyrra og segir: sem vitur byggingameistari hef ég lagt grundvöll eftir þeirri náð sem Guð hefur veitt mér, en annar hefur byggt ofan á. Með öðrum orðum, ég kom og ég lagði grunninn að þessum söfnuðum í Korintu, ég lagði grunninn söfnuðum í Galatíu og svo framvegis í trúboðsferðum mínum eftir þeirri náð sem Guð hefur gefið mér, en annar hefur síðan byggt ofan á. En sér hver athugi hvernig hann byggir, segir hann svo í 11. versinu: annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. En ef einhver byggir ofan á grundvöllin gull, silfur, dýrasteina, tré, hey eða hálm, þá mun koma í ljós hvernig verk hvers og eins er. Dagurum mun leiða það í ljós af því að hann opinberast með eldi og eldurum mun prófa hvílíkt verk hvers og eins er. Með öðrum orðum, það kemur sá tími að verk postulana, verk trúboðana er prófað. Stenst fagnaðarerindi, stenst verkið, stenst boðun Páls og Barnabasa til dæmis í kirkjunum og söfnuðunum í Galatíu. Eða var þetta bara tré og hálmur sem að branna upp og var það engu? Og nú reyndi aldeilis á það í Galatíu. Þegar þessi flokkur sem kröfðust umskurðnar var á svæðinu og þeir voru búin að vera róta og í öllu fólkinum og henni trúðu voru mjög órólegir og ráðviltir. Sumir yfirgáfu hreinlega fagnaðarerindi sem Páll og Barnabas höfðu boðað og reyndu þessi stað að vera réttlættir með lögmálinu og tóku umskurðn og svo framvegis. Aðrir í þessum söfnuðum í Galatíu skrifuðu Páli og spurðu hvers vegna hann hefði ekki sagt þeim allt fagnaðarerindi. Þið voru svona nánast ásakan, þessi menn er að bæta því sem þú slepptir, Pál. Og Tímóteus, Tímóteus unga manninu sem var þar til staðar og sá þegar Páll var grýttur meðal annars. Tímóteus skrifaði Páli líka bréf, þar sem hann lýsti því sem var að gerast í Lýstru og Íkoníum. En Tímóteus lét þó ekki hafa áhrif á sig til umskurnar eða af þessum umskurna mönnum, heldur stóð staðfastlega gegn þeim og hélt sig við fagnaðarerindi sem Páll og Barnabas höfðu boðað. Vegna áhrifa þessa hóps, þá voru
margir heiðnumenn einmitt sem að létu snúast eða farnir að íhuga að umskerast og ganga lögmáli Móse og hönd algjörlega til þess að vera hluti á hópnum, þeir auðvitað vildu þau tilheyra. Þeir trúðu þessum hópi frá Jerúsalem og þeir efuðust að Páll hefði sagt þeim allt, enda grófu þessi menn undan. Það til fólk sem grefur undan öðrum, jafnvel dreifir legum og ósannendum og jafnvel þó að sé ekki alveg hreinanlegar, jafnvel þó að sé bara þeirra eigin samfæring, þá láta þær í þau skína hinn, Páll og Barnabas, sé á einhvern hátt ekki alveg heilir. Þú getur með samfæringu, þú getur tekist á samfæringu og þú getur rökrætt, þú getur fært rök fyrir, en það ekki fallegt og ekki rétt að kasta rýrð, kasta skít, valta yfir aðra til þess að ná sínu fram og það var það sem þessi hópur gerði. Við erum dálítið þannig í dag reyndar á Íslandinu okkar, finnst ykkur það ekki? Því miður ekkert bara í kirkjunni, heldur bara fari bara á samfélagsmiðlana, þá lesum við og menn eru að skipta svo skoðun, tökum bara núna Evrópusambandið, Gaza stríðið var, Íran stríðið, allt þetta þarna fjallað og núna Evrópusambandið og menn rífast og þjarka, menn ekki bara að skiptast á skoðunum, menn hreinlega valta yfir og vilja grafa þar sem hugsaður öðruvísi heldur en þau. Og það var það sem þessi hópur gerði, í stað fyrir að ræða við Pál, að þá bjugguður til sögur hann. Og það kom í ljós eins og ég hafði nefnt, reyndar, ef ég man, já, ég held ég hafði nefnt að Jakob, leiðtogi þeirra postuli í Jerúsalem, hann gaf þeim aldrei heimild til að fara svona og grafa undan Páli. Hann lagði línunar hvað það var sem að þurfti að standa við og í samkvæmt lögmálinu og það var ekkert að þessu nema bara sleppa munniði öllu mat af því sem fórnað skurðgóðum. Þannig að þeir eru ekki einu sinni þeirra hans heimild, en þeir létu í það skína að Jakob hefði sendt þá frá sér til þess að aðvara þá og hjálpa þeim til að losna úr snöru þess fagnaðarendi sem að Páll hafði boðað. Þarna meðal var til dæmis, þarna lendar í vandarum, það var einn einstaklingur í kirkjunum þarna sem hafði fallið mjög alvarlega tilbaka í sitt fyrra líferni sem var ósiðlegt og raunverulega til skaðræðis fyrir hann og fjölskylduna og allir kring og þeir þurftu hjálp til að takast á við þetta en þeir vissi ekkert hvað átt að gera og þessir menn gátu ekki hjálpa þeim þar. Svo þetta staðan og Páll sem hafði farið til Jerúsalemuni til að fara á fund postulana það til að ræða þessi mál á meðan þeir fara til Galatíu, þessi hópur. Páll nú komin aftur til Antíókíu í Sýrlandi og þar fékk hann þessi bréf sem ég nefndi áðan frá söfnuðunum í Galatíu. Og Páll, hann var skapstór, hann var það og hann reyndi að framganga í kærleika og Guð sagði honum alltaf náð mér næði þér, ekki láta þetta setja þú svona skorðu Páll, ekki láta þennan flein reka þér svona á kaf og það blæði úr, rólegur Páll. En þessa frétti frá Galatíu rugluð hann og fyllti hann með reiði. Hann var undrandi, agndofa og sleginn yfir því að nýtrúaðir, þessi litli hópur í 4 söfnuðum sem hann og Barnabas höfðu leitt til trúar og hjálpa af stað, skildu svo fljótt hafa yfirgefið fagnarendi sem þeir boðuðu þeim. Og hann sagði þeir hreinlega snúið ykkur að öðru eða annars konar fagnarendi heldur en fagnarendunum Jesú Krist. Því að það bara einn grunnur. Jú, Kristur kemur úr hinu gamla, en nú komið nýtt. Og það grunnurinn sem við leggjum í dag í kirkjunni, segir hann. Það Jesús Kristur, eingöngu Jesús Kristur. Og hér ætlum við að láta staðan í dag, kannski þáttur í styttra lagi, ég nú gjarna að tala mikið, en það einfaldlega vegna þess að við erum komin að því hvað Páll gerir nú.
hann sest niður og skrifar Galatabréfið sem viðbrögð við öllu þessu sem við erum búin að hlusta á núna í þessum þætti. Og þar ætlum við að byrja næst, bara strax í fyrsta kafla í Galatabréfinu. Og þar nú munum við lesa meira, ég mun ekki fara bara renna yfir söguna, ég mun fara svolítið í textan. Af hverju segir hann eitthvað sem hann sagði þarna, hver er hann að lýsa og sem ansvar við hverju er þetta og svo framvegis, allur þessi pakki og við ætlum að kafa í það. Til þess að skilja, til hvers? Til að skilja Biblíuna betur. Og ég mun reyna að tala um þetta á mannamál eins og auðvitað er þetta allt mannamál, líka það sem er skrifaðar að sjálfsögðu, en þegar við segjum mannamál þá bara erum við að tala um á eins skiljalegu máli eins og við mögulega getum, því að þetta eru djúpu hlutir. Þetta eru andlegir djúpu hlutir. Ég hef stundu sagt og ég veit að ég er ekki einn um það að segja að Biblían er náttúrulega algjörlega stórkostleg bók, bæði Gamla og Nýja testamentið. Hún er svo ótrúleg, hún er svo rík af kennslu og fræðslu um lífið og tilveruna og það sem við lesum bara svona sem orð á blaðsíðu, það er eitt. Það í sjálfu sér gríðarlega öflugt, en þegar þú staldrar við og ferð að kafa í, þú ferð að fá kennsluna sem liggur að baki undir boðskapið sem Guð er að koma með til mannkynsins. Því að þá að tala í dæmisögum, Jesús sagði það, ég kenni allt í dæmisögum. Dæmisögur eru frábæra sögur, en þú þarft að hugleiða þær til að ná kjötinu í þeim. Hvað er hann raunverulega að segja? Af hverju þessi sögu? Hvað þýðir bóndin í þessari sögu? Hvað þýðir frækorn í þessari sögu? Hvað þýðir uppskeran í þessari sögu? Og allur þessi pakki. Hvað þýðir ljósið í þessari sögu? Þetta er hinn stórkostlegi, ég ætla að segja, duldi boðskapur Biblíunnar því að hann er hulinn mörgum. Þess vegna sagði Jesús stundum, hver sem eyra hefur, hann heyri. Það voru fólk heyrði dæmisöguna, en það var ekki það að þetta er skildi hana. Og það er það sem við erum að reyna að kafa svolítið, við erum að reyna að átta okkur á því hvað er Biblían raunverulega að kenna okkur sem einstaklingum, sem fjölskyldum, sem þjóð, sem mannkyni. Þegar þetta er lifandi orð. Þetta er lifandi orð á alltaf við. Getur talað inn í hvaða kringumstæði sem er, hvenær sem er, á hvaða tíma sem er. Og við ætlum að byrja í Galatabréfinu næst, sem er bréf Páls til safnaðanna 4 í Galatíu, þar sem þessir umskurðna sinnar voru í heimsókn. Og við ætlum að sjá hvernig hann tekst á því og hvað hann kennir og hvað áherslan leggur á. Það kemur ljós hvaða fagnaðarendi var það sem hann boðaði þeim, sem þeir voru svona óhressir með. Og hann fer í það og við ætlum að skoða það. Og þarna takast á við Gamla og Nýja, Gamla testamenti og Nýja, en það er sameiginlegur flötur. Við þurfum bara að sjá hann, við þurfum að finna hann. Þetta er ekki andstæður. Þetta talar saman. Og þetta er spennandi. Jæja, elsku vinir, þú skulum við ljúka þessu með bæn og fyrir þá sem vilja og geta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.